ágætu vinir og vandamenn. Við ætlum að fara í smá æskuminningu, ég það ekki, svo langt sem ég gert það. Þá ætlum að fara aðeins í æskuminningu eina í viðbót og taka fyrir ákveðið verkefni sem að við erum heilluð af og tengist þessum manni nokkuð sterkum böndum, og það eru hestarnir okkar fallegu sem við önnuðumst og gengum vel og þeim leiði vel hjá okkur, og það eiga hestum á að líða vel innan við fólk og menn, og þeir gera það, fáu þeir góða umhirðu, og það fengu þeir hana svo sannarlega hjá okkur. Það var allt til alls og allt haft til alls sem að hestar þurftu að hafa. Það var hreinsað frá þeim og það var gefið á stall og heyjað á sumrum og sett í hlöðu. Hey er að vísu, heyjuðu ekki sjálfu, við keyptum þetta. En annars 1 eða 2 sumur var nú reyndar með vinum mínum sem að leigði tún og við heyjuðum þetta. Það eina sem að vél gerði var, hún sló fyrir okkur og svo komum við nokkrir og við snérum og snérum svo aftur og svo þetta var orðið þurrt. Þá rökum við þessu saman allt á höndum, þetta var ekki stórt, og við fengum af sem ávöxt erfiðis okkar allavega helming þess heys sem að hesthúsið þurfti, en þetta var reyndar ekki hesthúsið sem að ég síðan átti og við strákarnir. Já, það voru þetta nokkur hesthús á ekkert miklu svæði, og til þess að aðgreina það aðeins betur þá erum við þetta að tala til manna sem muna þetta umhverfi sem þá var. Þú manst þá líklega eftir Hellisgötu og þar sem Hellisgerði var líka þá, og svo manstu eflaust eftir brekku sem í dag heitir Hellisgata en hét á þeim dögum Hraunbrekka. Við sem sagt fórum niður Hraunbrekku. Ef við ætlum að fara þessa leið, hún var nú svolítið lengri, ef við segjum að fara þessa leið, að þá fórum við niður Hraunbrekku, beygðum til vinstri inn Þórólfsgötu og svo aftur til hægri og gengum hana áfram, og þá fljótlega blasti við skúrin sem að bæjarútgerðin notaði til þess að gera veiðarfæri fyrir togarana sína, og það unnu einhverjir kallar sem að sinntu þessu, og í sjálfu sér þá vissi ég aldrei hvaða menn unnu þarna, eða ekki sem ég mann eftir, og þetta var maður á þeim árum ekkert að velta því fyrir sig hvað þar farið fram, en við vissum það auðvitað að þarna væri aðstað einhvers konar fyrir bæjarútgerðarskipin. En í eldgamla daga, eldra dæmið, þá held ég að þarna hafi verið saltaði fiskur og teinar legið frá þessu húsi og niður á bryggju. Sumir muna eftir teinánum sem voru á uppfyllingunni yfir gjótuna sem flæddi og fjaraði í, og ég man vel eftir þessum teinum, en þeir enduðu sérstaklega við þessa hleðslur sem var hægt að nota þegar við erum konni til vits og ára, en teinarnir voru þarna ennþá. Þessi teinar, þeir voru frá þessu húsi sem á þessari leið, við vorum að lýsa því áðan, var þar til vinstri handar. Þetta var ílangt hús, nokkuð veglegt hús, og þar til hægri, þetta var svona slóðið bara, ekki góð gata en alveg hægt að fara hana. Þar voru þessar trönur sem við oft höfum talað og munum mjög vel eftir, og það er svona, þetta var nú talsvert mikið notað, það var alltaf hengt upp í þetta hér á árum áður, og svona annars slægið verið að nota þetta fram yfir 70, en ég held að þessi nú alveg pottþétt hætt
80, en allavega á þeim tíma, því tímabili var alltaf annars slægið verið að hengja upp fisk til þurrkunar, og ég held að þetta sé ennþá verið að þurrka fisk. Það getur vel verið að það sé gert bara í vélum í dag, en það var allavega ekki þá. Og þetta, sem sagt, þú gekkst þessa leið og fórst þá fram hjá þessu húsi á vinstri hönd, og þá voru trönurnar til hægri, og á þessu svæði voru víðistaðir og túni þar, og þar rétt hjá víðistöðum aðeins ofar en það hús, það var búið í því húsi. Ég vissi reyndar aldrei hverjir bjuggu þarna, en það var búið í þessu húsi bara lengi. Það var sláturhús Hafnarfjarðar, og þar var fé Hafnfirðinga og kannski fleiri, og kannski frá Álftanesinu og þaðan af slátrað. Þetta sem sagt svæði sem við erum á, og þar niður í Gjótu, áður en þú kemur að þessu húsi, það kannski sást ekki vel þaðan eða þú labbaðir þessa leið, þar var ílangt hús, mikið og langt hús, sem ég man aldrei eftir neinni umferði í, og þegar við vorum mikið þarna, þá í raun og veru vissi ég aldrei hvað þetta hús geymdi, en einu sinni í eina tíð voru þarna hænsni fóðruð, varphænur, en maður gekk vinstra megin meðfram þessu húsi og fór fyrir stafnin. Það var bara svona sprengt í klettinn til þess að rýma fyrir húsinu, og ægilega draugalegt á vetrum, dimmt og fallegt. Við gengum sérst fyrir hornið og til hægri meðfram því, og þá komum við að þessum hesthúsum sem þá voru þar. Og það, þegar mest var, þá gætu alveg hafa verið þar 10 hestar örugglega. Og það var skipt þannig að öðrum megin voru, ég held þetta sé hafi nú allt einhvern tíma verið bílskúrar, en ég held í norðurendanum þar hafi fé verið hýst, líklega á vegum hans sem átti þetta ílanga hænsnahús. Á þessum árum þegar þetta þá var fé ekkert óalgengt svona hjá köllum í Hafnarfirði, og það hélst alveg lengi, og ég man vel eftir fé í Hafnarfirði, kannski ekki á þessu svæði, en fyrir ofan kirkjugarðin og þar í kring, þar var fé víða. Á þessu svæði, sem sagt, þar er svona athafnasvæði okkar, og þarna voru við mikið á stjái og ferð alla okkar esku, alveg frá því að mamma netti sér, og þangað til maður bara óx upp úr þessu dæmi. Víðistaðir, þar var gamall, hvað tegund var það, líklega Ford, alltaf ekki verið Ford, bara með allra fyrstu vörubílum sem að þetta land eignaðist. Og þessi vörubíl var gangsettur, þannig að vélinn í honum var í lagi. Hann var ekkert notaður svo í muni, eitthvað var hann nú pínlítið, en það var sama og ekki neitt, en vélinn í honum var gangsett, og það var svo mikill hávaði þegar það allt saman gerðist að maður hélt að 3. heimsstyrjöldin var bara skollin á. En það var nú ekki alveg svo slæmt. Það var bara að vera að gangsetta þennan bíl ræfil. Ég veit ekki hvað varð þennan bíl, hvort að hann endaði á safni, eða ég bara veit það ekki. Það kæmi mér nú reyndar ekki óvart þó að hann hafi verið varðvættur, því eins og vorum að segja áðan, og menn vissu, þá var þetta með allra fyrstu vörubílum sem kom í þetta land. Þannig það ekki alveg loku fyrir það skotið að menn hafa nú vilja gera eitthvað með það, annars hafa Íslendingar alltaf verið skussar við að geyma hluti, þó að það hafi nú örlítið farið skánandi, en lengi þá var það bara hálfgert tabú fyrir landan að eiga neittið einhvað sem þyrfti að geyma, því að allt sem kostaði peninga, það bara vildi menn helst ekki eiga neitt við.
að varðveita, það kostar auðvitað peninga. En menn eru nú eitthvað aðeins að vakna til vitundar það, þarna sé nú kannski eitthvað sem ætti að gera. Og ég er alveg inn á því að það eigi að gera það og ég varðveita meira heldur minna. En auðvitað þarf þetta allt saman að vera innan skekkjumarka eins og sagt er. Og svo höldum við áfram, trönurnar eru á hægri hönd og við höldum áfram. Og þá gengið gegnum svona trönuskóg sem var nú eiginlega ekkert notað, alveg nú bara allt niður í, menn voru nú ekkert mikið fyrir það að yrða draslið af þessu. Þetta fekk bara grotna hérna niður þar sem þetta lá og við gengum sérst í gegnum þessa hrunatrönur sem ég man aldrei eftir því að fiskur hafi farið í, en þær voru þarna allan tíman sem að við vorum þarna. Og þar sem sagt þetta hesthús sem að ég eignaðist og bróður minn, og ég sem sagt þarna með hestana mína, 3 til að byrja með, en þá maður að byrja að draga sig út úr þessu, þannig að ég sjálfur var sáralítið í þessu húsi. En það var samt í notkun allan tíma, en nánast allan tíman sem að það stóð þarna uppi. En þegar við eignumstum kofann, þá það bara eins og það hafði blasað við áratuginn á undan, en komið planum frá bænum að byggja þarna. Og þetta svæði í dag svæði sem heitir Norðurbær og stórt og mikið svæði sem við öll þekkjum þetta og munum eftir og vitum hvað En þetta hús, það var mikið yndi fyrir okkur og mér sagt, og ég held að það sé nú rétt að í þessu húsi hafi fyrsta kaffistofan verið settu í hesthúsi. En að setja upp kaffistofu í hesthús var ekkert okkar hugmynd. Þessu hugmynd, hún gekk meðal hestamanna á þessum árum, en líklega hefur það gerst með þeim hætti að við riðum á vaðið og gerðum þetta sem margir aðrir höfðu hugsað Og efnið sem við notum í gerð þessa hús var fengið úr Straumsvík. Þetta sumarið 1970, ég var þar sem sumarafleysingarmaður sumarið 70, svo kom ég þarna aftur næsta ár og var þarna annars slagið í Straumsvík, og við fengum kassa í iðjuverið sem ég var í, og þetta var ágætis timbur, og við fengum máttum náttúrulega ekki gera þetta, en fengum leyfi til þess að fara með timburflekana af kössunum, og svo komum við á skótanum mínu fallega, fyrsta bílnum mínum, grár skóti 1966 módel. Þá hafði ég verið búin að setja á hana tokkgrind og á skótan tokkgrind, og við komum eftir vinnu svona 7-leytið og tókum þessa fleka sem við vorum búin að setja út fyrir. Þá gat maður farið niður fyrir allt draslið, og við stöfluðum þessu á skótan, bundum á tokkgrindina eins og 12 á henni og fórum svo með þessa fleka heim í hesthús og slóum utan að þeim og rifum bara í tætlur og notum spýtundar. Og mikið með þessu efni innréttuðum við, byggum við til þetta herbergi sem við erum að tala um, og settum plötur, svona einhverja textplötur eða mahóniplötur, ekki mahóni, hvað heitir þetta aftur, það skiptir ekki máli. Og það var líka kassaefni úr einhverju sem Straumsvík var að fá til sín sent með einhverju í, og við tókum þetta líka. Fórum nokkra ferðir svona eins og við þurftum, og svo
keyrðu alltaf fram hjá hliðinni og strákagreyin þeir sáu þetta en gerðu ekki neitt í því, það var svo sem ekkert verið að gera neitt í því, þessu var öllu hent og þessu brent og þetta var nú ekki neitt rosalegt tjón þó þetta mátti ekki. Og svo eitt kvöldi þá erum við að fara heim í hesthús til þess að afferma bílinn, voru þó búin að hafa hann og þá gátu þeir ekki setið lengur hliðverðir og stoppa okkur og segja að þetta sé nú heila bannað og svo báðu þeir okkur vinsamlegast að stoppa núna og það var í sjálfu sér allt í lagi því að við hefðum nú líklega ekki farið aðra ferð því að við vorum búin að fá allt það efni sem við þurftum í þessa smíði sem við vorum að standa í og það var þetta herbergi og það var líka verið eitthvað bæta fyrir aftan hrossin og það voru kubbar eitthvað 90 cm langir kubbar, mjög góðir kubbar sem voru flottir í og besta efni sem hægt var að fá í hérna básana og það sem hestarnir stóðu. Þeir voru náttúrulega á skeifum og slitu upp allt þeir gátu slitið en þessir kubbar stóðust alveg eins og hetjur og ég held þegar hesthúsið fór 10-12 árum seinna þá var þetta allt saman í topplægi. Þetta var ágætis aðferðið að koma upp ágætum efniviði í gott hesthús. En áður en við förum lengra þá skoðum við nokkrar myndir, 8 mm myndir sem ég tók á sínum tíma og bara í þeim gæðum sem þessi myndir eru í því að þetta er eina heimildir sem ég á í raun og veru frá þessum tíma og við skulum kíkja á það og reynum eitthvað kannski að tala með þeim ef við getum það. Núna erum við stödd í árinu 1970-71 eða kannski seinna 72-3 en alltaf sé ekki 73 frekar og við erum inn í okkar ágæta hesthúsi og þarna er Siggi bróður minn og sem var allan tíman held ég sem við áttum þetta hús með hesta og hann er ennþá einn af hestamönnum Hafnarfjarðar og ég veit ekki hvað hann er með marga gripi í dag en hann átti allavega nokkur hross og þannig að Siggi er búinn að vera við þetta í áratugi og er ennþá við sama Heygarðshorn. Hann er eitthvað endurbróðir, við hefum sennilega fengið okkur smá rúnt þetta kvöld og til þess að kíkja á strákana og þarna er herbergið sem að menn fullir það að sé fyrsta kaffistofan sem eitt hesthús geymir. Við sjáum að menn eru nú kannski ekki alveg að drekka kaffi þarna en þarna var aðstaða sem hægt var að setjast niður í og eiga góða stundir og oft áttu við alveg prýði stundir inn í þessu herbergi. En menn segja mér og þeir fullir það að þetta sé fyrsta kaffistofan inn í hesthúsi, já, kannski á Íslandi. Og hann er nú bleikikláru minn sem að ég keypti hálfviltan fola og tamdi frá grunni og var ágætis hestur, skemmtilegur hestur en klárustur. Það var held ég ekki tölt í honum, ég held að menn hafa nú komist að því fleiri en ég að það var ekki þetta að koma neinu tölti í hann og þarna er nú Sigga og þarna sé Sigga aftur og Siggi bróðir og þau hafa verið með okkur þetta kvöld eða hún kom nú kannski ekki oft þarna en hún kom þarna og þarna er Smári ásamt Sigga bróðir eru ennþá einir af þessum hestamönnum í Hafnarfirði. Og þetta eru trönurnar sem við töluðum áðan þegar við gengum fram hjá skúrnum sem að netaðstaða bæjarútgerðarna var fyrir togarana þá fórum við fram hjá þessum trönum og þarna var stundum ekki oft farið með hesta til að beita þeim þar. Ég held að það nú ekki þótt gott að beita hestum á þessum tíma. En þarna er verið að sleppa hestum út úr húsinu, þeir fengu oft frelsi svona yfir daginn og þarna er verið að ríða út menn sem að nýttu hesthúsið okkar fengu sér oft reiðtúra og þá á þessum tíma er ég sjálfur alveg hættur að ríða út og eins og ég líka talað að þá hef ég varla komið á hestbak
síðan ég hætti þessu á þessum tímabili og ekkert að fara neitt í það, en þarna verið að ríða út og það sem við sjáum hér bali. Ég held að bali síðan ennþá uppi standandi. Hvort var eitthvað það, þarna ég ekki vissum, en á bala var í mörg ár hestaleiga, þú gast leigt hesta, og var það þýsk kona sem bjóð þarna í mörg ár og átti hópa hestum sem hún leigði, og við fengum okkur oft reiðtúra hjá á hestanum hennar og borguðum bara það gjald sem upp var sett. Ég man nú ekki alveg hvað kostaði, en þú fékkst held ég klukkutíma, og það var farið þarna Vesturöddi. Við erum náttúrulega Vesturöddi, við vorum mikið á þessum slóðum þegar við vorum í útilegatúrum, og það var farið þessa leið og áfram og oft upp á Garðaskóla sem þarna ekkert langt frá þessum stað sem þeir ágættir mennirnir eru á, en það kannski nokkur smávegis spotti viðbútt til þess að komast upp á Garðaskóla. Garðaskóli enn til staðar og hann ennþá, ég held að sé verið ennþá verið að nota hann. Skóli, þetta sennilega verið kennslustofa hérna í Galata, en það löngu hætt og var löngu aflagt þegar við erum þarna, og ég man aldrei eftir neinu skóla, en ég man eftir böllum og svoleiðis í Garðaskóla, og kannski svoleiðis ennþá, en hér eru við sem sagt við bala, og þarna eru þeir að ríða áleiðis út á Garðaskóla. Þú sér að það verið að teima einn. Það vegna þess að sá sem var á þessum hesti hann keyrði bílinn og ég satt farþegamegin og tók myndirnar. Það skýrir hvers vegna einn þarna í taumi. Þannig að öllu var þessu nú bjargað, og alltaf nú hægt að koma hlutum þannig fyrir að segja að það hægt að gera ýmislegt. Hann greinilega ennþá að keyra. Hver þetta ég man það ekki hver þetta en kannski var það Siggi bróðir. Jú, líklega hefur það verið Siggi bróðir sem var ökumaðurinn, og ég farþegamegin að taka myndir, eða hvort það getur líka alveg vel verið að hann hafi tekið þessa myndir, en mér minnir að ég hafi verið farþegamegin og beitt fyrir myndavélinni. En við ljúkum þessu hér og höldum svo hinu áfram. Já, svona leit þetta út, og minn gæðin ekki, eins og ég var að tala ekkert sérstök, og fólki svolítið þannig pírekt, því að ljósið sem þó það sjáist ekki að það sé mikið og skert ljós sem maður þurfti að nota til að taka innimyndir á svona vélar, það var svo skert að það var alveg bara eins og sólin sjálf væri komin þangað sem við værum. En myndirnar samt voru aldrei neitt sérstaklega góðar, það verður ég nú að segja. Þær voru aldrei neitt sérstaklega góðar, vegna þess að þetta voru bara ekkert betri vélar en þetta. Ég verður nú bara að viðurkenna það alveg svo það var. En þetta var eina sem hægt var að gera, vildu menn fá kvikmyndir, hreyfimyndir, og þá var maður að nota. En náði aldrei almennlegri mynd, fannst manni á þessar vélar, ekki nema að vera bara glaða sólskin. Maður var ekki alltaf glaða sólskin, en kannski vildi maður nú taka myndir þó það væri ekki alveg glaða sólskin. Þetta sem við erum að notast við í dag, það nú aldeilis annar handleggur en þá var. En þetta var það besta sem völ var á. En við skulum fara aftur þarna vestureftir, og Garðavegssbrennan okkar, hún var í kallfæri við þessi hesthús sem þarna voru, og Garðavegssbrennan fyrir neðan hana í átt að bænum var hjallur líka, ekkit stór hjallur, ég veit ekki hvort að bæjarútgerðin átti alla þessa hjalla, en allavega var þarna lítill ferningur, hjallaferningur, og þar á hægri hönd áður þú gekkst þess að slóðan sem að hinatrönurnar voru á, og netavegstæði bæjarútgerðarnar var, gekkst þar áfram, fórst yfir Víðistaðaveg, getur það hafa heita það skiptir ekki máli, og þar
við veginn hægra megin var ljósgrátt hús sem að verkaður var í harðfiskur. Það var fullorðinn maður, gamall maður sem var þarna árum saman og hann stundum mokaði saman í poka handa okkur harðfisk milslunni og lét okkur hafa. Ég man ekki hvort við borguðum eitthvað fyrir það, ég er ekkert viss um það, en allavega man ég eftir því að hann var að láta okkur hafa þessa ágætu harðfisk milslu. Hann var að verka þarna alveg fínasta harðfisk, en ég held reyndar á þessum árum, þetta er 1960 og eitthvað sem þetta er. Það var nú reyndar harðfiskverslun þarna lengur, talsvert lengur. Ég held að það hafi ekki verið komin einn bitafiskur á þeim tíma neitt, ég man nú geti því. Það voru bara ísuflögin og kannski ekki einu sinni verið að herða þorsk. En það er aftur móti gert í dag og ég er með meira af þessu sem við erum að kaupa þorskur en ísa. En þá eins og í dag var verið að verka steinbít og herða steinbít og ég sjálfsagt hefur hann verið með það hérna, ég man nú reyndar ekkert eftir því, en við komum stundum við hjá honum og allavega fengum þessa harðfisk milslu. Það var góður kall sem var þarna, eins og við segjum, mjög lengi. Þetta er sem sagt umhverfið sem að var, þetta umhverfið er ekkert lengur í dag. Þessi slóði sem við gengum eftir og var bara tróðningar á þeim dögum er brautin sem liggur í gegnum Norðurbæinn í dag og upp á Reykjavíkurveg. Hjallabraut heitir hún. Þetta hét ekki neitt þá, þetta var bara einhver slóði sem að lá þarna með fram og þar var sem sagt þessi harðfiskverkun, og ef þú fóst áfram þennan veg framjá þessari harðfiskverkun þá sem sagt fóstu upp Garðaveginn, komst upp á Garðaveginn þaðan, en þá voru einhver leggir frá Garðavegi í sitt hvora áttina eins og seinna varð. Þetta var bara þessi leið og þú ætlar að fara vesturettir eins og við sögðum, þá fórum við þessa leið, eða þá niður Hraunbrekkuna, Þórólfsgötuna og beygðum til hægri þar sem að voru einhver 3 hús áður en að hraunið tók við. En þú fórst niður Garðaveginn og Garðavegurinn var, hann var nú reyndar jafn langur og hann er í dag, hann er hún ekkert breyst og ég held að sé nú öll hús sem þá voru ennþá, og neðsta húsið til hægri handar, vinstri handar, þú gekkst niður hérna Garðaveginn, var húsið sem að foreldrar Birgis Finnbogasonar handknættlismanns úr FH sem gerði garðin frægan í marki FH tíma. Hann er orðin fullorðinn maður í dag, en þetta hús var sem sagt neðsta húsið og svo tók við Víðstaðavegur og túnið Víðstaðatún sem núna er tjaldstæði Hafnarfjarðar, og þetta tún var lengi vel slegið og hirt og já, eins og gert er við tún. Þetta er að vísu ekki mikill flötur, en einhverja heiabirðir fékkst nú á því, og þetta var einhvað sem að við vorum að gera, og þetta labbaði maður í hvert skipti, því yfirleitt fór maður niður Garðaveginn og eftir Víðstaðavegi ef maður ætlaði að fara upp í hesthúsið, en meðan maður var á hinum staðnum, í hinu hesthúsinu þarna aðeins neðar, þá fór maður niður Hraunbrekkuna og fram hjá Þórólfsgötuna og yfir legginn þarna þar sem að Jón Þ verkstjóri bjó og þar til hægri, og að þessu hænsnahúsi vorum að tala áðan, og agalega draugalega leiðin í myrkri
alveg bikasvört og alveg alls konar hugsanir urðu til í ef maður ætlaði að fara að þanga. Og þarna voru tún sem sitt hvoru megin við þennan veg, Víðistaða veg. Og annað allavega mann ég að hét Víðistaða tún, og á þeirri leið áður en eftir að þú beygðir legginn upp ef þú ætlar að fara að sláturhúsinu, þá blasti við þessir Víðistaðir. Þú varst komin eftir trönunum og fram hjá kaffiskúrnum sem að þarna var, kaffiskúrnum það var ekki kaffiskúr, það var hérna ægilega flott harðfiskverkun, maður var ekki móðga eiganda ef hann er að orfa. Ég ætla hans ég ekki fara einn blessaðu kallinn og blessuðu sem minni kana, þetta var roskinn maður á þessum árum. En þar sem sagt eru hús, nokkur hús, og þarna til að byrja með, þegar við erum til að mynda að gera það sem við erum að gera og erum að vinna og móða úr efninu sem við tókum í Straumsvík, ófrjálsri hendi, og voru stoppaði við, en voru þó búin að viða okkur nógu miklu til þess að geta gert það sem við þurftum. Þá hænsnahús beint á móti, og þetta hænsnahús er í fullum rekstri. Þetta var fullorðinn maður sem kom á hjóli alltaf, og ykkur að segja, kæru vinni, þá vissi ég nú aldrei hvað þessi ágæti einstaklingur heitir. En þetta var mikill ágætis maður, ég man það, og hann sinnti þessum hænum. Og við hliðin á okkur, húsið okkar var til hægri, annað hús var til vinstri, það var kinda, og í því voru kindur, það var nú hrörlegt, mann var aldrei eftir því nema hrörlegu, og einn matsmaðurinn, fiskmatsmaðurinn í Hafnarfirði hét Sigurður, var þarna með kindur. Ég man vel eftir Sigurði á bryggjunni og alls konar, að gera þarna alls konar í kringu fiskmat og annað. Ég man eftir því að hann sagði að þessi fiskur er allan eyðilagur eftir að hann kemur í land. Það er ekki sjómar til að eyðileggja fiskinn. Það er nú eitthvað til í því að við fórum ekki vel með þessa ágætu vöru okkar. Það allt saman er nú komið í gott lag, og þarna í þessu húsi, hesthúsi okkar, við innréttum það allt upp og nýtt og komum upp básum og lögðum í gólfið, og við steyptum flór. Það var aldrei steyptu flór í þessu húsi, en við gerðum það þarna, og við fengum bara steypubíl á steypustöðinni, voru flottir á því, og tókum eitthvað kvöldpart í að gera þennan flór, en voru nú eitthvað að misreikna okkur því að það var heldur meira af steypu í bílnum en við reiknuðum með. Þannig að það var til fyrir framan húsið stétt sem náði eitthvað einn rúman meter frá húsinu og niður með því öllu, þannig að þetta var svolítið stétt, og það var ekkert mál að gera hana, því við fundum bara spýtur og svo slóum við upp fyrir þessari stétt, og svo bara steypinu styrta það ný, og svo bara þotnaði hún og harnaði, og þessi stétt var þarna svo lengi sem við vorum í húsið. En þarna sem sagt er ég ekki mikið sjálfur. Hestamennskan er svona hverfa hjá mér, áhuginn farinn, og ég farin að sýsla við eitthvað annað heldur en það. En tíma það átti þetta mig alveg frá að til lög, og þetta eru þetta bara góði tímar og innan mjög gott fólk, því að hestamenn eru úrvalsdrengir allir saman, og ekkert nema gott þá að segja. En þetta er nú svona sagan, örlítið viðbótar saga við hesthúsið okkar, og aftur að geta þess að við, eftir því sem menn segja og fullirða, voru fyrstir til þess að setja upp kaffistofu. Ég held að menn geti alveg staðfest það, en þetta er samt ekki hugmynd frá okkur,
ég held bara allan tíman sem að ég er í þessu, þá töluðu mennum mikilvægi þess að vera með kaffistofu og geta sest niður og ylja sér aðeins, því að það gæti náttúrulega verið kalt í þessum hestahúsum sem að voru nú ekki vel einangruð og engin hiti neins staðar og mönnum bara kalt ef það var kalt úti. Og þá voru náttúrulega vissu þess að það væri gott að fá sér smá yl og eitthvað dreitil af kaffi með. En stundum voru þessi ágætu herbergi notuð í eitthvað annað, eins og sést á þessu myndi sem vorum að skoða, að menn voru nú við ýmislega aðra iðju heldur en að drekka kaffi, en þeir notuðu nú samt kaffistofuna og hún var alltaf notuð. Þar sátu menn inni, það var alltaf verið að kjafta, hestamenn kunna nú alveg að kjafta. En þetta var svona líka aðstæðum leið fyrir hnakka og beisli og allt svoleiðis og það var allt í lagi með það. En þetta er eitthvað sem að við hrófluðum upp, tókum bút af hlöðinni og voru svo bara með heyið ofan á þakinu eða á loftinu í herberginu og þetta var það stór hlaða, hún rúmaði alveg næga heybirðir fyrir veturinn fyrir 4-5 hesta, ég held að við verum með 5 hesta. Og ég var þarna sem sagt með 1 og þú sást myndir af honum þarna, einsömlungreinu, og ég losaði mig við hann 1972. Hina 2 losaði ég mig við 70 líklega og það gerðist í skiptum fyrir bíl af gerðinni Simca sem var aldrei í lagi. Þetta var algjör drusla. Þannig að maður gafst eftir einhvern tíma upp á henni og ég man eftir því ég seldi hann fyrir 5.000 kall. Það kom einhver til mín og spurði hvort ég vildi selja sér bílinn, þessa Simcu þarna úti. Ég sagði já og hann rétti mig 5.000 kall og sem sagt hann var eftir það hans eign og ég vissi ekkert meira af þessum bíl. Þetta voru stórir franskir bílar en ekkert góðir bílar samt, því að vélin í þeim var ekki góð, ekki stór, þeir þóttu kraftlitlir og ekki henta í leigubílaaksturinn, þannig að þeir einn og eftir öðrum detta út. Og einhver myndi segja kannski farið þau fyrir betra. En þetta var skemmtilegu bíll, það vantaði ekki, en það var aldrei í lagi hjá mér, blessaður bíllinn. Þannig að það var ekkert annað en að láta hann fara. En hann var kom til mín fyrir 2 hesta sem ég átti. Ég lét þó upp í þetta. Ég held að það hafa nú ekkert endilega verið neitt ósanngjörn skipti, því að hestar á þessum tíma voru ekkert rosalega dýrir. Þetta er ekki eins og í dag þegar menn eru að borga jafnvel milljónir fyrir gæða gripi. Þá var það nú ekkert svoleiðis á þessum tíma. En það er sem sagt hestahúsið okkar. Ég var að reyna að finna einhverja myndir, að ég á svo lítið til af myndum frá þessum tíma og maður var ekkert mikið að taka myndir, og þessar myndir sem ég var að taka af hestónum og þetta, maður var ekkert endilega mikið í því að taka myndir af umhverfinu. En mér datt þetta svona í hug að gera þessu aðeins betri skil og segja söguna aðeins svona ítarlegri og ég verður bara að trúa því að einhverjir hafi haft gaman og kannski eilítinn fróðleik út úr þessu og þá voru það nú aldeilis komin í góð mál. En við segjum þetta gott og ef að Guð vill þá kannski bætum við eitthvað inn í þessa ágætu æsku minningar sögu, og akkur ekki. Hafum að frá ykkur að segja, þá bara segjum við það, en segjum bara rétt og satt frá og höldum okkur þar. En ég kveð og trú að þú hafir haft gaman að þessu, og eins og ég segi, það getur vel verið að ég ger eitthvað aðeins meira að þessu.